Já, FM 95 blöð með ykkur á þessum miðvikudegi. Ekki fyrsta sinn sem að tæknin aðeins að stríða mér hérna. Og gestastjórnandi þáttarins sem mættur og það er góður vinur minn, hann Atli, vertu velkomin. Komið Mark Salo, blessuð. Atli Þór, hvað segir kallinn? Ég segi ljómandi gott, hvernig er útvarpsröddin að koma út hérna? Herru, hún á að koma vel út og þú farið einmitt að reyna á hana hérna eftir í hresukynningunni. Hlakka til. Já, það er bara í næstu innkomu og eitthvað sem þú ert aðeins að undibúa. Ég sýni þig betur á það, en við erum með spikfeitan þátt við Atli. Við hérna ætlum að reyna að selja alias. Yes, sorry, Bob. Við erum með ófræga viðtalið. Já. Og það er að því að við erum alltaf að taka viðtölu einhverja fræga. Skyggnust inn í 2012. Já, við ætlum að hringja í miðil og svona fá að vita hvað er að gerast 2012. Þetta er þetta vel gert hjá, skyggnust inn í 2012. Þú ert með röddina sem ég er búin að vera að leita að hérna allir. Það er komið, þetta er dætt í hús. Ég verð að gefa þér það. Herðu við Sveppi, við vorum, já, ég segi nú ekki leiðilega við í gær, en við hringdu nú í þig og spurðum út í, já, nýjan mann fyrrverandi. Ég ætlaði nú bara svona að spyrja, það voru einhver eftirmálar með það? Nei. Hún er ekki tringt í þig brjáluð? Nei. Fyrrandi? Nei. Gott að heyra. Ég var einmitt að spá ég eftir, Atli. Já. Af því að hérna, nú er náttúrulega fyrir fólk sem að hlustaði ekki á þáttin í gær og ég skal lofa því, ég er ekkert bara að fara að ræða þetta allan þáttin. Þú ert ekki komið til þess að ræða þetta eins og en hérna, nú er fyrrandi kona en hún Bryndís. Já. Og góð vinkona mín líka. Já. Hún er byrjuð með Fjölnir Þorgeirs. Já. Og það er í öllum blöðum. Já. Og það vita það flestir að Fjöl er farin út. Já. Og ekki bara farin út, heldur með þinni fyrrandi. Getum við gert eitt og eftir? Getum við sendt þig niður á Höfn í vonum að sé einhverju hestar að fara að detta þar úti? Getum við sett þig í svona, getum við ekki reynt að búa til eitthvað svona hetjudáð fyrir þig? Ég skal fara í mission í húsdýragarðinn. Já. Það eru kannski beljur eða eitthvað. Já, nákvæmlega. Þetta má kannski ekki alveg vera sama. Nei, það má alls ekki vera sama. Gjarnan einhver svona hófdýr. Já, eitthvað hófdýr og bara bjarga einhverju dýri. Já. Við getum jafnvel bara logið. Það er rosalega kalt úti. Já. Og ég er alveg viss um það að beljurnar í húsdýragarðinu séu kannski í einhverjum jólablús. Já, nákvæmlega. Og ég mynda líka bara hvað er sterkt fyrir þig, skilurðu, þegar hérna þú sagðir okkur í gær okkur Sveppa, þú ert á lausu. Já. Hvað er sterkt fyrir þig ef það kemur núna Atli Þór Albertsson, leikari, bjargar belju í frostinu, eða eitthvað svona, skilurðu? Ég er bara í stjárfur. Já, þá getur þú líka ringt í Bryndís og sagt hérna, herðu, bara svo veit að þá er ekkert nýja kærasti eins eini sem er að bjarga einhverjum dýrum hérna á þessu landi, sko. Og svo slátrum við þessum ræði og þið að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Hárrétt, og þetta er í síðasta einn sem við ræðum þetta og ég óska þér allsins besta í þessu öllu saman Atli, en við erum með spikfeitan þátt hérna framundan og hér rétt og eftir hressa innkoman hjá Atla, það er komið til okkar góðu gestur, The Waldman eða Valdi Björn. Það eru ekki mikið betri gestir sem að lappi þetta stúdíó. Það eru miklum gæðum pakkað í einn mann. Já, það er hárréttjar og what a man, eins og við segjum. Þetta er ekki spurningumagn, heldur gæði. Það er hárréttjar, þannig að það er þrjusu þáttu framundan og við ætlum að byrja þetta á, hvað er eitthvað sem þú vilt segja? Já, ég ætla bara að segja eins og ef við værum í Mexíkó, þá myndi ég segja við erum hérna alveg eindur hessir á FM 957. Þetta var fallegt þér. Ég tek eftir hvað svona spænst útvarp er alltaf geðveikt. Já, hvað aftur með þetta? Þetta er hendar. Nei, hafið þið velt þessu fyrir ykkur? Nei, ég hef aldrei hlusta á spænst útvarp. Nei, þú fær flóðeikiskast. Ok. Þú kveikir á, skilur, FM 957 í Barcelona eða Spánið eitthvað. Það er alveg bara... Kottu með þetta aftur. Þeir eru klikkaðir. Para estás escuchando el audio blondal aquí en FM 957. Tenemos que estar todo final. Aquí vamos a escuchar Britney Spears con el nuevo canción. Já, reynda Britney Spears næsta lag. Fist of Monsters and Men, segðu eitthvað svona bullu, veist eitthvað. Já. Segðu núna eitthvað. Es el grupo islandico of Monsters and Men. Hvernig er þetta? Þetta er fallegt þér. Ég er ánægður með þetta. Já, þetta var hljómsveitin of Monsters and Men og lagið King and Lionheart.
Já, þau eru að gera það gott. Já, finnst þau hrikalega góð. Þetta bara svona, veist, ég elska þegar ég heyri svona íslenska tónlist, eða íslenska hljómsveit, það sem maður hugsa með sér, wow, býtu, eru þau íslenska eða er þetta eitthvað sem er að koma að utan? Já. Það getur ekki sagt til það. Svo er þetta bara eitthvað stelpa á Selfossi eða bara eitthvað strákur úr Seljakörunu. Það er svo Leiló og Múkisson og svona, það er fullt af tónlist. Það hljóma líka allt svo erlendis. Já, eina sem hljómar ekki svona erlendis en samt ógeðslega flott, það er Sigurrós. Þegar maður heyrir bara eitthvað hoppi polla, pollar og eitthvað, maður heyrir íslenskuna sko. Já, ég alveg sammála. Þeir púlaða náttúrulega með góðri músík sko. Já, enda frábæri tónlistamenn þar á ferð. Herru, það styttist í að við hringjum í Guðjón Val. Guðjón Valur sem er einn af okkar fremstu handboltamönnum. Hann er að bæða frá keppa morgun og svo ætla að ræða hann HM Gunna, hvort það sé að fylgjast með því. Og jafnvel sko, okkur á milli er það illa sér náttúrulega. Sko ég ætla bara að viðurkenna hérna, ég er a gambling man, ég er hérna á það til að fara á netið og finna mér eitthvað og svona jákað úrslit og kannski, þú veist, aldrei neitt eitthvað alvarlegt, skilur, eins og ég myndi kannski, þú veist, ég set ekki eitthvað það mikið á leik að ég byrja að svitna. Ég er ekki bara, þeir verða að skora, þú veist, eða neitt annað. Þetta er svona meira aðeins til að gera leikinn skemmtilegri, sko. Já, þú ert ekki að klúðra jólagjöfunum að þú ert að fara með alla peningana á netinu. Nei, nákvæmlega. Og það sem ég var að spá í, sko, og hafði hugsað mér að byrja með hérna í FNÍ-umblöð og ég er að spá að byrja með hérna litla tipphornið mitt. Þá ætlum ég að heyra því ég er með símanúmerinn hjá mörgum af þessum gaurum sem er að keppa erlendis í íþróttum, bæði eftir hérna atvinnumenn okkar og svona og þekki marga þessu strákum. Ég er að spá að fara svona að reyna að hjálpa bæði mér og hlustendum sem að hafa gaman að því að veðja eins og netinu, svona að fá inside information, skilurðu? Ég er að fíla þetta. Mér finnst þetta bara borðleggjandi. Þetta er ábyrgða hlutverk sem þú átt að taka að þér undi. Af því þú ert í stöðu til þess. Já. Ég er ekki að, við skulum hafa það alveg á hreinu, ég er ekki að hvetja neitt til þess að veðja. Ég er bara að segja ef það er einhver að núti sem á það til að setja kannski, þú veist, 200 kall eða eitthvað svona, þú veist, 500 kall, eitthvað allt undir 1000 kall er svona í lagi, að þá hérna geti þetta hjálpa. Já, þannig, þú veist, við hverja eru þeir að spila við eitthvað lið á morgun þarna? Já, og ég meina, hefur það áhrif hvort sem að Guðjón Valur eða Kolbeinn Sigþórsson, hvort þeir vakni 8, 9, 10, hvað er að borða fyrir leik? Spyrja bara hvernig er stemmingin í hópnum líka? Gauð, ég ætla að spyrja hann eftir, hvernig er stemmingin? Ég ætla svona að pumpa hann, ég ætla samt ekki að segja honum ég sé að vera að veðja á leikinn, en ég ætla svona að pumpa hann alveg og reyna að fá svona. En herðu, það er komið að hressu innkominu allir. Holy moly. Já, holy moly og já, sko, þú þekkir vonandi leikreglur, ég vonu að setja hún að hlusta eitthvað. Jú, þú veist, en hjálpaði mér. Já, þetta er mínúta. Mínúta? Já, og það er svona það sem er að erfiðast í þessu, er að þetta er svolítið langur tími. Ég reynda að sagði þér áðan og þú mættir alveg punkta einhver niður og svona, þú sagðir að það væri óþarfi. Þannig að þú virðist vera með þetta alveg tilbúið bara. Já, nei, ég vissi ekki alveg hvað að vera að fara út í, en hérna, bladra í mínútu, það getur ekki verið flókið. Já, en sko, og ekki bara bladra, þetta þarf að vera rosalega hresst hjá þér, skilurðu? Já. Þú veist, bara hressast einhvern. Já, það eru sko Anna Svafa sem var hjá mér daginn. Hún er svona, hún og Björn Bragi eru með vinningin að mínum að eins og þér. En ég hef mikla trú á þér. Ég ætla að setja tíman hérna í gang og þetta er bara gamla og góða, þú veist, veðrið, allur pakkinn bara. Já, herru, þú kynnir inn lagið Criminal með Britney Spears. Criminal með Britney Spears? Já, þannig þegar ég lyfti upp hendinu svona, þá máttu byrja að setja lag, þá máttu kynna inn lagið. Ok, til. Og bara rúlar? Já, 1, 2 og byrja. Komið í sæl hlustundu góður, þið að hlusta á FM 95 blöð, FM 957, stöðin sem hilsar ykkur á þessum frábæra mega meiriháttar miðvikudegi. FM stendur fyrir frábæra og meiriháttar stöð. Við sittum hérna tveir sveittir í stúdíónu að halda ykkur hressum og kátum og það er ekki flókið. Veðrið er kalt í dag, hitaspáin klukkan 18 er köld, vindaspáin er það einnig, en það verður norð-vestlag og suðlæg átt með breytilegum köflum, en ég geti sagt ykkur það gott fólk að hér framöndan hjá okkur er alveg frábær og sneisaföldu þáttur af alveg alls konar gleði og hamingju. Fyrir fram mig er hér séð og heyrt, þar er allt að gerast, Siggi Sigurjóns er í besta hlutverkinu og það er klárt málað að hann er að gera það gott. Við erum með fullt af skemmtilegri tónlist hérna framöndan. Ég er að klóra mér í bakinu, Auðun er hress, klæjar í nefið, pínulítið veikur, 37,5 skilst mér, 5 komur, kallinn er samt í vinnunni og er að standa sig vel. Við ætlum að henda okkur út og reyna að græða smá peninga hérna á milli okkur tveggja. Við ætlum að tippa í beinni og ýmislegt fleira sem er að fara detta í gang. En við ætlum að hlusta á vinkon okkar Britney Spears með lagið Criminal. Já, ok, ég ætla að gefa þér 7 fyrir þetta. Okkar á milli, ég bjóstu meira hræsleika.
vinkon okkar eins og kollega mínir hérna á stöðinu myndu kalla hana. Skemmtilegur tónlistarmaður hérna á ferð. Ég reyndar sko, ég var mikill Britney-aðdáandi þegar ég var svona 17-18 ára. Ég veit ekki í dag sko. Ég bara get ekki tjáð mig 7, Öddi. Já. 7 í einhvern. 7 í einhvern, já áðan. Já, sko, já, þú ert sko, eins og til dæmis alltaf þegar ég hitti þig, þú ert snillingur, þú ert með karakter sem við byggum til í Strákunum sem heitir The Motivator. Já, hann er hress. Og hann er ótrúlega hress og ótrúlega jákvæður. Þannig ég var með, sko, ég setti markið svolítið hátt, ég veit ekki hérna. En þú stóðst þig vel, ég má ekki taka það frá þig, sko. Hvað ekki gera, míga í mig, eða? Nei, bara svona, þú veist, vantar kannski svona smá köll hjá þér og svona og svona inn í hressleikan, en stóðst þig annars mjög vel. Herðu, ertu komin í jólagýr? Það er að vera, hérna skamma mig að vera að spila ekki nóg mikið að jólalögum, ég getur reynt að berga því hérna eitthvað eftir? Nei. Nei. Við erum ekkert að því. Nei, viltu ekki jólalög? Já, reyndar hérna Baggalúts jólaplatan, hún er snilt. Já, það er alveg til flott jólalög, en ég get ekki hlustað á mörg jólalög í röð, sko, ekki nema að sé bara 2 dagar í jól. Nei, og svo er líka við, sko, jólalög, jólatónleikar, þetta dynur á manni svo brjálaðislega. Já. Það er bara eins og, hérna, það er allir tónlistamenn á landinu með tónleika núna. Já, svona jólatónleika. Já, ég meina, og fyrir fólk með valkvíða, skilur við, þetta er bara dörgla skelfilegt. Það eru allir tónlistamenn sem hún getur nefnt eru með tónleika í, þú veist, Dalvíkurkirkju, á Hólmavík. Þetta er svolítið þeirra sísón. Já, algjörlega, ég meina. Þú veist, er markaði fyrir þetta? Já, greinilega, þú sér það sko Frostrósir og hérna jólagestir Bóhals, þetta er milljóna bransi sko. Já, auðvitað, ég meina á Regína Ósk og Friðrik Ómar og Ingo Heiðugur og Jögvan það er allir. Þetta er enda bara góð pæling, ég er að spá að setja upp bara jólatónleika F95 blöð. Ég er spáð að vera með mína eigin. Já, ég skal syngja með þér. Já, ég er hrikalega lélegur söngvari, en ég var samt bara til að vera með jólatónleika, bara til að taka þátt í röglinu. Þú bæti það bara upp með nærvörðinni. Já, ég segi einhverja skemmtilegar, það er oft sko með bestu trúbátoruna, þeir segja skemmtilega sögur á milli laga. Ég get reynt að koma sterkur inn þar. Já, þetta lag minnir mig alltaf á þegar ég var hérna á Sauðárkróki og Múta eða eitthvað. Ég veit ekki, líka eitthvað kjartaði bara. Já, er ekki bara laust í félagsheimilinu á Sauðárkróki? Já, en herru, þú myndist á það án. Ég var með 37,5, 5 komur heilar og var ennþá hérna í vinnunni. Já, þú ert hörkutól. Ég er hörkutól, en ég er ekta svona típa sem er mjög fljótur að byrja að vorkenna sjálfum mér. Já, og núna, sko, röddin mín er að verða mjög tæp. Ég finn það. Til dæmis að ég er að fara að halda jólatónleika núna helgina, þá myndi ég segja, herri strákar, ég þarf smá viski hérna, það er smá, ég finn það bara, hún er að fara. Já. Sem er ekki gott útvarpsmann, en ég ætla að harkita mér, eins og það sagðir. Flottur. Stuttið við hringjum í Guðjón Val, ætlum að fá hérna smá skilaboð og mætum svo aður. Bók vikunar á FM957 er Justin Bieber eins og hann er, frá sögum útgáfu. Fylgstu með á FM957 og þú gæti eftir í eintak. Bókin inniheldur skemmtilega frásagnir af stjörnunni, myndir, leiki og gátur. Frábær bók og skildueign fyrir alla Bieber aðdáendur. FM957 og Justin Bieber. FM957 mælir með Karen Millen, Kringlunni og Smáralind. Í Karen Millen færðu glæsilegar jólagjafir fyrir konur á öllum aldri. Úr, skartgripi, skó og töskur ásamt glæsilegu úrvali af vönduðum fatnaði. Ef þú ætlar að gera vel við þína heitt elskuðu þá mælum við með Karen Millen. Fylgstu vel með á FM957 í vikunni. Þú getur verið heppin og næstir í skart frá Karen Millen. FM957 og Karen Millen. Gleðileg jól. Sástu tilboðin fyrir N1 korthafa á n1.is í morgun. Sala á gull- og silfurtilboðum hefst á hádegi á n1.is. Margfaldaðu virði N1.naðina. N1, meira í leiðinni. Hörðu jólapakkarnir er á bónusverði í A4. Skemmtilegustu borðspili. Mikið úrval af gjafavöru frá Samsonite, fjölbreytt úrval DFD og geisladiska var skemmtilegar jólagjafir á lægra verði í A4. Allt er þá þrennt. Fyrsti vinningur gæti verið 3 milljarðar króna. Víkingalóttó, alltaf á miðvikudögum. Samfilm kynnir Harold og Kumar 3D Christmas. Mr. Claus, can you feel any of this? Jólagrímyndin í ár er komin. Frábær grímynd sem ætti að koma öllum í sannkallað jólaskap. Harold and Kumar 3D Christmas. Frumsýnd 9. desember. iPhone 4S frá 144.990. Kíkt í Makland og nældu þér rétt kvikindi. Makland, klappastíg 30, makland.is. Þú þværð bílinn hjá okkur. N1 bílaþvottastöðvar.
Ég boði þur mikinn fögnuð sem veitast mun öllum líðnum. Rúmlega 6 umferðir í desember. Fá þér áskrift í síma 512-5100 eða inn á stöð2.is. Stöð 2 Sport 2. Enski boltinn. Ingo Veðurguð á Oliver á 50-dagskvöldum. Velkomin á Kaffi Oliver. FM 95 Blö í boði. Við hjálpum þér að brúa bilið jólin. 1 SMS í 1919. Kreti. Þú ert að hlusta á FM 95 Blöð þennan kalda miðvikudaginn, það kalt úti og það eru margir að verða veikir en við látum það ekkert stoppa okkur. Hingað í stúdíóið mættur maður sem að verður aldrei veikur, þetta The Walt Man, The Walt Machine, Valtarinn. Hann samt svellkaldur sko. Já, hann svellkaldur, Valtir Björn mættur hérna. Björnin mættur. Ísbjörnin. Hvað segir Kjellin? Já, bara góður. Með það ekki? Já, þú náttúrulega, sko, þú andar og lifir fyrir íþróttir. Já. Og það er mikið að vera sko. Já, það er mikið að vera í íþróttu núna. Já, það er alveg dásalegt kvöld framöndan. Já, ég reynda sko, veist það, ég er svo stressaður. Það er eitthvað sko, ef Manchester United eftir úr meistaradeildinni kvöld, þá einhvern veginn verða, þetta er bara, ég veit það ekki, I got a funny feeling einhvern veginn, sem er ekki gott sko. Já, nei. Hvað heldur þú, er það að fara að vinna? Það vantar að vísa dálítið í liði hjá þeim. Já. Þeir eru hérna dálítið margir meiddir og einn í banni, Karrik í banni. Já, nægir jafntefli reyndar. Nægir jafntefli. Einu þurfa alltaf að sækja til sigurs og hérna reyndar eru á heimavelli. En United hefur sýnt það á útivöllum að þeir eru alveg svakalega færir í því að spila til jafnteflis. Já. Upp á 1 stig. En þeir eru að fara að spila við Basel. Já. Ef að Basel vinnur, komast þeir áfram. Þá þeir áfram og United situr eftir. Þá verður þetta náttúrulega hörkuleikur. Já, þetta er veistlega fyrir hlutlausa mann, sko. Já, og það eru margir púlara sem halda með Basel, sko, í kvöld. Já, ég veit að ég er enda þannig, sko, að ég er ekki mikill aðdáðandi Liverpool. Reyndar mjög margir púlarar sem halda með Basel. Já, en pabbi er alltaf einhvern veginn alið það upp í mér, sko, að styðja ensku liðin. Þannig að, þú veist, ég hef oft vilja að hafa Liverpool í meistaradeildinni bara svona, þú veist, þó sé ekki bara til að baka vinni mína. Já, veistu það, ég held nú með AC Milan hérna í stígvélinu. Já. Svo í Ítalíu. Já. Og hérna er einn af örfáum á Íslandi. Já. En allt er aðeins með það. Ég hef alltaf, mér finnst sjarmi yfir því og vil hafa lið eins og Liverpool og United og ég er að segja það meistaradeildinni, og við erum vanir þessu, og Arsenal og Chelsea. Já, þetta er líka svona eins og bara þegar maður horfa á Evrópumót eða hérna HM, þá heldur maður einhvern veginn alltaf með Danmörku ef þeir eru að spila. Nei, ég get ekki eða Noregi. Skandinavísku liðin. Já, ég meina, það er mjög íslenskt. Það er mjög íslenskt. Já, að gera það. En ég veit ekki, en alltaf það mikið með það. Ég veit tvennt sem að, ég veit hvað þú elskar mest í þessum heimi, Valtýr, það er tvennt. Það er að horfa á konur og íþróttir og nú er stórmót í kvenna handboltanum. Ertu að fylgjast vel með því? Já, ég er að lýsa leikjunum og hérna Þorsteinn Jóði með þessa umfjöllun, semst uppbytun, hann og Guðjón Guðmundsson og hérna Geir Sveinsson. Eigum við eitthvað sens í Þýskalandi? Já, við erum að tala um 50-50 leik í kvöld, sko. Er það málið? Það er bara málið. Ok. Og ég er fullur tilhugunar. Hann er klukkan 9:30 þessi leikur á Stöð 2 Sport 2. Já, hvetjum alla til þess að kíkja hann og styðja stelpunar okkar. Já, og þá eru sko meistaradeildi búinn. Já, ok, þetta hittir svona vel á. Já, þannig að það er bara íþróttaveisla í kvöld. Við getum þurft að gera sama og ég og Sveppi gerum í gæralli. Við getum þurft að hringja til Þýskalands núna, bögga einhverja þjóður á því að þeir sé að fara að tapa í kvöld. Það reyndar hefnaðist ekki okkur í gær því að Norðmenn unnu okkur, sko. Við vorum að segja við Norsarinn í gær, ég og Sveppi, að þær verða að fara að tapa í kvöld. En svo fór ekki. Það eru 2 leikmenn hjá þjóðurum, svona segja ykkur frá því, sem eru 1.92. Já, ok. Vá. Það var ég veit ekki, sko, ég reyndar aldrei að vera einhvern veginn þannig, það eru svo margir sem að tala um, sko, að það myndi finnast erfitt að vera með konu sem er hærri en þú, sko, og ég er nú ekki svo hávaxnast í bransanum, ég er 179 cm eða eitthvað. Velkomin í partíið. Já. Ég myndi ekkert setja það fyrir mig. Ég setja það ekki fyrir mig, heldur. Nei. En þú allir? Nei, alveg. Þú ert náttúrulega ágætlega hávaxinn. Ég er samlega hávaxinn. Ég er stór og allakanta, sko. Já. Þannig að mér er alveg sama. Ef það er bara einhver, þá... Já, ég veit hann. Ég veit samt ekki, sko, það er kannski orðið svona pínu kjánalegt ef hún er orðin 1.98 og bara þýskur handboltamaður. Já, það kaupaði svona barnakvöld í ykkar til þess að kissa hana, sko. Og hún snýr sig við þessi sjúlingin.
Já, brutal, svo erum við, með þýskan, hvað sem Raymond. Já, það nú einn íslensku sundmaður sem lenti nú eins og því fyrir margt löngu síðan. Já. Á Ólympíuleikum. Hann sá svona fallega ljósku þarna á sundlaugabakkanum sem var að taka þátt á Ólympíuleikunum fyrir Íslands hönd. Já. Og það eitthvað svona, eitthvað milli sunda og eitthvað svona og hann sér einhverja svaka drottningu þarna og ætlaði sér að fara að ræða við hana. Já. Hún snýr sér við. Nei. Hún var dimmrataðri heldur en hann. Já, það reyndar sko... Honum brá svo svakalega. Hann bara, upp. Það eitthvað sem ég verið kannski hrættari við heldur en, þú veist, hún var í hávaxinn, hún var í mjög dimmrata. Já. Það eitthvað smá turn-off fyrir mig. Já. Ultikotalúla. Já. Auðun eftir að koma. Já, ég er að komast til mín. Hvað er matinn ástu mín? Spaghetti. Bolognese. En það fleiri spenni í kvöld. Ertu með eitthvað svona í lokin fyrir okkur? Já, þetta er Ajax. Það ekki Ajax, þeir geta komist áfram? Já, það er ég var nú að segja úr því að Apoel, hann frá Kýpur komst áfram í gær. Já, það er unnu riðilinn. Það er mér stórkostlegt. Hverju voru í öðru sæti þeim riðli? Zenit. Já, ok. Þetta er stórkostlegt. Porto satt eftir. En það sem er í kvöld, það er það er í fjandanum er þetta. Er það, já. Fyrirgefði blóta svona mikið. Það er Bayern og Napoli og Manchester City sem er að... Já, City á séns á að komast áfram en þá þurfa að treysta á að þeir vinni þeir ekki og hinir verða að gera jafntefli. Já, City spila heima við Bayern, Villarreal spilar heima við Napoli og núna ganga sko á milli skeytin á milli Napoli og Villarreal sem að forseti Napoli, þetta er alveg splunku nýtt. Hann sakar í ítölsku fjölmiðlum í dag, hann frábær einstaklingur, hann Laurentis. Hann sakar Villarreal að hafa þegið mútur frá Manchester City að reyna að fá auka pening fyrir að vinna leikinn. Já, ok. Þetta eru stórkostlegir einstaklingar. Það bara dettið í hug, finnst mér. Já, það er náttúrulega, var eitthvað þetta í ítalska boltanum eitthvað. En ég hef enga trúið að menn séu í þessu. Nei, við skulum hún ekki. Fá kannski eitt úr, en eftirlega. Já, hvað er úr á milli? Það er þekkt hjá einu spænsku liði hérna, eða var þekkt og í öllum boltagreinum að dómarinn var allir fallið úr. Já, það er ekkert að gefa mönnum úr. Nei, en Valtari, takk kærlega fyrir komuna, alltaf heiður að fá þig. Og ég veit að Valtý Björn er komin í jólaskap og eina sem að Valtý Björn vill þessi jólin. Jólaskap í okkur strákunum hérna í FN95 Blöð, Maria Carey, All I Want for Christmas og já, það er aldrei veitan að við spilum fleiri jólalög hérna í þessum þetti. Hvað segir þú? Ánægður með Reyminn. Hvað er þetta aftur? Nei, þetta er nú, af því að nú veit ég að þetta stríðað mér. Nú veit ég að þetta ekki alveg ánægður með hann. Atli Þór Albertsson, stórleikari og góð vinur minn er hérna í stúdíón með mér þennan miðvikudaginn og já, við vorum að ræða í dag Atli áður við hringdum hérna nokkur síntalum að í öllum svona útastáttum eins og núna var Valtý Björn hérna hjá okkur og hann er virkilega frægur maður. Við ætlum að hringja Guðjón Val á eftir sem er handboltamaður, frægur maður. Það er einhvern veginn alltaf bara viðtöl við frægt fólk. Já. Það er bara, þú heyrir ekki útvarp á hans að það sé alltaf að vera bladra við eitthvað sem þú þekkir. Nei, nema maður sé að gefa eitthvað, skilur, nema sé eitthvað sem hringir inn og vinnur eitthvað. Sem að minni mig á það líka, við ætlum að fara á eftir, ég ætla að senda Atla hérna í hús og ég ætla að selja eitt aliaspil, ég átti að gefa það, en það er komið tíma að við græðum eitthvað smá hérna sjálfustrakana og við ætlum að fara og þú verður með mig í eiranu og ferð og selur eitt spil og eftir, með ekki? Við erum alltaf að gefa eitthvað í útvarpi. Já. Að vera að gefa bíómiða, tónleikamiða, spil, að vera að gefa allan fjandann. Já. Færið þú ekkert svona eitthvað? Nú fáum við hans tilbaka strákanir. Já. Nú ætla bara samfélagi að skila einhverju til okkar. Já, en við getum reynda að setja svo í gott málefni eða eitthvað, en við ætlum alltaf að prófa að selja spilið. Svo gerum við það. Já, en svo vorum við að segja, það er alltaf viðtöl við frægt fólk, en við ætlum að spá í dag þegar hann mætti hérna til mín, hvort að, já, við ættum ekki að prófa núna að taka viðtal við einhvern sem er ekki frægur, einhvern ófrægan. Og já, ég fór á já.is og fann 3 símanúmer og við hringdum og reyndum að fá viðtöl við ófrægt fólk sem er hefðan ekki. Halló. Já, er þetta Einar Einarsson? Það er hann. Ökukennari? Það er hann. Komdu sæll og blessaður, hvernig hefur það? Ljómandi gott en þú. Með það ekki, herði ég er svona rosalega góður. Hvað segirðu? Ég er rosalega góður. Það er gott að heyra. Er ekki fílingur í þér? Alltaf hreint. Já, komin í jólaskap? Löngu síðan. Já, mikið að gera þessa dagana núna í ökukennslinni? Alltaf brjálega að gera. Já, ég fíla það. Ertu að kenna núna eða? Nei. Nei? Hvenær er næsta kennsla? Hvað heitir þú? Ég heiti Auðun. Þú heitir Auðun? Já. Þekki ég þig eitthvað?
Nei, ég er með útastátt. Já. Og ég er alltaf að taka viðtöl við frægt fólk. Já. Og ég hugsaði með mér að væri ekki gaman að taka núna einu sinni viðtöl við einhvern sem er ekki frægur. Það er ekki gaman. Ekki? Það er ekki við þennan. Já, ok, þú hefur lítinn áhuga að vera í smá viðtali. Já. Herðu, þá virði ég það við þér, vinnur. Takk að þið fyrir það. Ok, takk. Fæn. Já, sko, ég get ekki pínt menn í viðtöl. Nei. Og ekki bara hringi einhvern annan. Jó, endilega. Hann byrjaði samt rosalega hress. Hann var mjög góður. Já. Það er kannski haldið að þú vantaði ökutíma eða eitthvað? Já, hann vildi ekki missa sölu til að byrja með allavega. Alveg klárlega. Og, en breytti svo fljótlega þegar hann heyrði að hann verið í viðtali. Já, mér fannst þetta mjög skemmtilega. Ég þæði líka bara. Já, er það ekki að prófa hérna Árna Stefánsson pípara? Kýlda það. Já. Verður svo eiginlega að spyrja hann hvort hann sé ekki með eitthvað í pípunum. Er eitthvað í pípunum, Galli? Halló. Já, Árni Stefánsson, pípari. Já. Hvernig hefur það, meistari? Ég er gott. Nei, það ekki. Er komin jólafílingur í þig? Er komin jólafílingur í kallinn? Já, hver er þetta? Auðun heiti ég. Já. Já, hérna og ætlaði svona að fá að taka smá viðtal við þig. Ekki áhuga því. Hvað segirðu? Ekki áhuga því. Nei, þú Ertu með eitthvað í pípunum núna? Er eitthvað í pípunum núna? Ertu með eitthvað í pípunum? Já, þá var það farið. Ok, þetta kannski útskýrir líka allir hérna þessa pælingu okkur á hann. Af hverju verið að taka viðtöl við frægt fólk, af því að það hefur áhuga á því, kannski. Já, líklega. Reyndar fann ég hérna sem heitir Ellert Þór og hann er sko skráður á símaskránni sem snillingur og pípari. Þannig að ef það er ekki flippari, þá er ég illa sveikinn. Við ætlum að gefa þessu eitt sensen hérna. Eitt sensen. Viðtal við ófrægan. Það er snillingurinn. Já, það var svona, ég ætlaði að geyma hann var svona trompið mitt ef að hinn að vera leðileg, sko. Já, flest lag undir þessa. Ég heyra hann ekki. Já, halló. Er það Ellert? Það er hann. Hvernig hefur það? Bara fín. Nei, það ekki. Jú. Hvað er að frétta manninum? Hvað segir þau? Hvað er að frétta mínum manni? Bara flott. Nei, ekki. Nóg að gera? Já. Ertu að vinna mikið fyrir jólinn? Svolítið. Langt fram á kvöld alltaf, eða? Nei. Alltaf í pípunum? Ég sé þú ert skráður á símaskránni snillingur og pípari. Er ég að tala við snilling? Jú. Það ekki? Það er rétt. Hvaðan kemur snillingur? Hvaðan farið þá nafnbót? Það er bara eitthvað sem maður ákveður sjálfur, sko. Já. Það er bara mentalitet, sko. Já, ég veit að það er samt skemmtilegra oft þegar aðrir kalla manna. Nei. Hvað heldur þú spilið mikið jólinn? Spilið mikið? Já, helling. Já, hvað finnst þið skemmtilegt að spila? Hvað finnst þið skemmtilegt að spila? Já. Það er bara hinn ýmsu borðspil. Já, hvaða borðspil er fjölskyldan að hendi í? Alias, til dæmis. Já. Ertu góður í því, eða? Já. Ertu tapsár nokkuð? Hvað segir þau? Ertu tapsár? Það er ekkert í þér, sko. Nú, heyrist ekkert í hinnum. Nei, ok, hann var að spá í, ertu tapsár? Nei, það er ég ekki. Nei. Konan er það aftur mútið mjög svo. Já, ok, með tapsár á konu. Já, heldur betur. Það er akkurat öfugt alltaf af mér þegar ég er svo heppinn að vera í sambandi að þá er ég tapsári einstaklingurinn. Já, það ekki. Hvað er það að gefa henni jólagjöf? Ef ég finn konum sem er tapsárar en ég, þá held ég sé í vesenni. Það er bara það. Það held ég getur vottað það. Já. En hvað ætlar að gefa frúnni jólagjöf? Ég er ekki múin að ákvæða það þá. Nei. Það er í vinslu. Já, þú voru að gefa henni eitthvað sem að gera henni ekki sára ef hún er tapsár, að eðlisfari. Jú, það er rétt. Ég verði að vanda mig, sko. Já, en Ellert, þú varst hérna í viðtali við ófrægan og ég þakkaði bara kjallaði fyrir að taka þátt. Já, það var nú lítið. Og hafði það sem allra best jólinn. Já, takk fyrir það. Og byrja að heilsa konunni. Byrjum að heilsa henni og gangiði vel í spilun. Já, takk fyrir. Ok, takk henni. Bye. Þetta var allt annað mál. Já. Þarna var einn snillingur og hress. Já, þessi var helvitis brækur og já, þetta var viðtal við ófrægan og fyrir rest hafðist það. I am lost, I am vain, I will never be the same without you. Without you, without you, without you.
Já, þetta hann vinnur okkar David Guetta og já, við vorum að koma þarna úr ófræga viðtalinu og það einhvern veginn sko, við vorum að fatta það, ef þú ert með einhvern frægan í viðtali og spyr hann, hvað að frétta? Þá segir hann, já, það bara allt frábært og gott og svona og svo hann komur að benda á það að ég náttúrulega að selja hérna bók. Já, eða að gefa út disk eða eitthvað svona, já. Þannig að þeir plugga sér sko, þannig að það kemur ekki svona þögn og þurfu að taka viðtal og ófræðan þá eins og sést bara meira í spurningaleik. Já, við urðum að prófa þetta. Já. En ég tók alveg eftir því að píparinn var ekkert að notfæra sér aðstöðuna og auglýsa sig. Nei, nákvæmlega. Þú veist, bara frábær pípar hérna ferð, ég að pípa alla helgina og ef það eitthvað sem að gerast hjá jólin. Bara fletti mér upp, ég mæti til ykkar, ég laga opnana, gera þetta og græn. Það ekki alltaf nóg að gera hjá pípurum, það alltaf hrikalega erfitt að ná á þessum munum. Mér finnst það. Já, það undarlegt hvað erfitt að ná í iðnaðarmenn. Já. Þó það sé sko kreppa og allt í steik. Já, það verðist vera bara svona mikið að gera hjá þessu strákum. Já, en reyndar hefur ekkert að fara í húsasmiðuna og skoða kaffistofuna þarna. Alltaf full, það alveg saman hvernig dagsins hún kemur. Alltaf 200 iðnaðarmenn að drekka kaffi bara. Þannig að það kannski ástæðan fyrir erfitt að ná á þeim, þeir eru bara að fá sér kaffistrákunir. Já, ég meina, þú veist, ef þú pantaðir iðnaðarmann, þá kemur hann til þín og þú segir, já, það eitthvað rugl hérna í þessum opni hérna, það kemur enginn hitti. Hann bara, já, heyrðu, ég veit hvað þetta og bara ég ætla að skjóta svo til Bíkó, svo bara kem ég að þér. Þannig að hann rukkaði 4 tíma fyrir að koma á þetta. Svo fer hann bara. Já, og á kaffistofuna og svona. Tekur bara klukkutíma kaffi upp í Bíkó. Já, en við getum ekki alhæft þetta alla pípara. Kannski það eru nokkru góður að núti sem að gera þetta ekki. Heldur það ekki? Nei, ég veit að þetta sé allir í því bara. En herðu, ég var að spá í eitt inn Atli. Já, fyrir ykkur hlustunni sem voru að tjúna inn. Þá var hann Atli Þór Albertsson hérna, gestastjórnandi hjá mér í dag, í FNÍ Fimmblöð. Og ég veit ég var búinn að segja að ég myndi ekki ræða þetta neitt meir með að fyrirhandi kona en sem byrjuði með Fjölna Þorgeirs. Þau eru sem sagt par núna. Og eina sem ég var að hugsa, Atli, að því ég nota Twitter mjög mikið. Já. Já, ég er mikið inn á Twitter og það er hérna sem ÖDB og ég var að spá í, má ég taka mynd af þér? Já. Og að því að Mel B er vinkon minn, má ég twitta myndinni til hennar og segja, hey, our exes are moving on, so should we. Þú er svolítið bara það. Má ég senda það á hana? Ein spurning, af hverju er Mel B vinkona þín á Twitter? Þú getur follow hvern sem er sko. Já, ok, ég skil. Ég ákvað að follow hana bara fyrir þennan þátt ef þú skildi gefa leiði fyrir þetta. Já, þú ert frábær. En þú veist það Auðuna að þú átt líka fyrirhandi kæristur, ég get alveg hent mín sko. Já, ég veit það. Ok. En hérna blessaði verður taktu mynda mér, þetta er í góð leið. Ég fara úr á hana. Senda bara, svo fær Mel B hana bara. Þú veist, ég hugsaði bara sem húmurinn, hey, our exes are moving on, so should we. Þá gefur bara eitthvað rándir mynd af þér. Það er ekki flott. Hugsa þetta með fyrir bjölsingar. Plata vikunar á FM 957 er 4. breiðskífa Dikta. Trust Me sem inniheldur 11 frábæri lög. Meðal annars smellin What Are You Waiting For. Alla vikuna kynnum við plötuna fyrir hlustendum, spilum lög af plötunni og gefum eintök. Fyrstu vel með og neldur í eintak af Trust Me með Dikta sem er plata vikunar á FM 957. FM 957 og Sambíóin ætla að bjóða þér á sérstaka FM-fórsýningu á myndinni A Very Harold and Kumar 3D Christmas. Þeir félagar eru nú mættir aftur og ef þér fannst fyrri myndirnar fyndnar, þá getum við lofað þér því að þú ættir að hlæja helling af þessari. I shot Santa Claus in the face. He's real and I shot him in the face. Fylgstu vel með á FM 957 og þú getur næstir í miða á þessa bráðfyndni mynd sem verður sýnd í þrívídd miðvikudaginn 7. desember kl. 22:15 í Sambíón Meginströnd. Athugaðu, myndin er bönnuð börnum yngri en 16 ára. Hlæjum saman í desember með Sambíónum og FM 957. FM 95 Blö er í boði. Á hverjum degi til jóla fær einn heppinn viðskiptavinur Kredia lána sitt ferskt niður. 1 SMS í 1919. Kredia. Lakkeról slettir úr körulunum. FM 95 Blö á FM 95. Já, FM 95 Blöð með ykkur á þessum miðvikudegi og inn á Twitternum er komin mynd eða farið inn á ÖDB og sjáu þið mynd sem ég tók af alla til þess að senda Mel B. Þú skuldar mér svo stóra jólagjöf. Já, ég veit það. En nú erum við líka hættir að þetta, ég lofa því. Það er hins vegar, við rættum fyrir þættum minna allir að kallin á það til að setja smá penning á lengjuna eða eitthvað aðra svona síðu á netinu og ég var að spá í hérna sko að við ætlum að nýta okkur það að við þekkjum íþróttamenn. Já. Og nýta okkur til dæmis á morgun eru þeir strákarnir í
AGK, Kaupmannahöfn, sem að Guðjón Valur, einn af okkar fremstu handboltamönnum spila með. Þeir eru að fara að keppa við Tvis Holstebro, eitthvað. Tvis Holstebro. Já, Tvis Holstebro. Tvis Holstebro. Já, og ég langar svona, þú veist, ef maður færi nú inn á eina erlenda síðu og myndi veðja á leikinn, ég ætla að reyna að pumpa Guðjón Val svona á þess að hann fatti það að ég sé að fara að veðja eins. Og spyrja hvernig þetta gengur eitthvað, ekki að ringja bara í kallinn. Sláða hann. Já, þetta er, fyrrum íþróttamaður á sín, Guðjón Valur Sigurðsson. Hefðu og gott betur, hann var nú valinn kynþokka fylsti maður landsins. Já, þetta er drengur sem er allt á hreinu, það er bara þannig. Og svona, allir að læra á kerfi hérna. Spurðan endilega í leiðinni hvort hann geimi ekki viðurkenningunum sína fyrir að vera kynþokkafylstur bara einhvers þar á áberandi stað á heimilinu. En hókana. Minnsa, það ringir. Halló? Já, er það Guðjón Valur? Já. Komdu sæll og blessa þetta rauti hérna? Blessaður. Hvað segirðu kallinn? Allir hérna hinum einn, sællunur. Nei, sællunur. Allir hérna með mig líka. Hæ? Ég sé gott, en þið? Það eru bara brattistrákanir. Jæja. Nú er kallinn að spila handbolta í Danmörku. Það er víst, ég vinna þá við það. Já, og ég var svona að spá í hvernig rönn er á liðinu ykkar. Hvernig rönn er á liðinu okkar? Já, er búið að ganga vel síðustu leikum? Já, það er búið að gera það. Já, eru þið efstir eða? Við erum það, já. Já, ok. En þetta lið hérna sem þau eru að fara að spila við Tvis Holstebro. Þú ert alveg með þetta. Hvað heit það er? Tvis Holstebro. Já, Tvis Holstebro. Eru þeir á einhverju rönni eða myndur þú segja að þetta verið léttur sigur fyrir ykkur eða? Ef við ekki orðað þannig, við eigum að vinna leikinn allavega. Ok, þannig, ég meina... Ef þú þyrftir að setja einhverja tölfræði á það, hversu mikla líkur eru á því að þið vinna eina leik? Voðalegan áhuga hafið á þessum leik. Já, ég er bara svona að spá. Er það alveg góða 90-95% líkur að þið vinna þetta? Sem sagt, ef maður myndi nú... Já, ég er ekki að setja húsið sitt á það, en svona, þú veist, það er nokkuð örugt til að fara að vinna þetta, ekki? Við ertu að fara að veðja á leikinu, ertu að reyna að fást til að segja þér eitthvað þetta? Nei, ég er ekkert hvað heldur við að fara að veðja á leikinu, bara fóða einu smá spjallkallið minn. Ok. Já, hvernig stemmingin hópun? Ég sé leikmaður segir náttúrulega við vinnum minna leik, það er ekki spurning. Ég ætla samt sem áður, ef þú leggur húsið þitt undir þá ætla ég ekki að gangast í ábyrgð fyrir því. Nei, ok, ímyndaði núna að þú eigi vin sem er spilafíkill og hann væri kannski að reyna að dobla eitthvað upp úr þér. Hvað myndur þú þá segja við hann? Myndur sjálf að fara varlega í þetta veðmáliða? Ég myndi reyna að fá hann til að ríkja í Þórarinn Tyrfingsson og fara með eitthvað á Vogi. Ok. En hvað, er Ólafur heill, verður hann með? Óli verður eitthvað með allavega, já. En við erum að spila bæði núna 50 og laugardag, þannig að það þarf svona að verður eitthvað rúll á liðinu og það fyrir svona eftir hvernig leikurinn byrjar og þróast hverju spila mikið í leiknum. Sko, þarna ertu strax búin að gefa mig góðar upplýsingar, þannig að hann er að fara að rótera svolítið með mannskapinu í þessum 2 leikum, þannig að þetta er ekkert alveg örugt á morgun. Nei, við þurfum samt sem ára að vinna leikinn, þannig að við erum ekkert að fara að gefa leikinn á morgun til að vinna á laugardaginn. Það er bara leikurinn á morgun sem telur. Ef þú yrðir að veðja á annan leikinn, hvort leikinn myndur setja pinningi inn á? Ég veðja almennt ekki, en ég segja að við vinnum báða þessa leiki. Ok, það er náttúrulega að hækka stöðulinn ef maður setur á báða. Það er ekki það að ég sé að fara að veðja á, ég er bara að segja svona. Fyrir þá eitthvað saman. Það er ekki bara allt annars bara. Ég er góð þakkaði fyrir. Ertu að fylgjast með stelpunum okkar út í Brasilíu? Já, ég gerði það. Ég horfði á leikinn í gær. Ok. Þetta er allt sýnt í Danmörku? Já, þetta er allt sýnt með og það er mikið fylgst með háan kvenna hérna náttúrulega, því að dansku kvennabolti er náttúrulega mjög vinsæll. Já. En það er vonandi að stelpunum gangi bara vel í síðustu leikjunum. Já. Þannig að þú ert að sýna stöðning þetta frá Danmörku? Ég verðum ekki sem handboltamaður að gera það. Þú menn í United að spila í kvöld? Já. Já, þú ert United menn svo ég. Klálega, allir líka. Já, það er do or die fyrir okkur strákana núna, maður. Já, ég verð samt að viðurkenna það. Ég hef aldrei missið upp þó svo að þeir tapi eða missi stig ykkur staðar. En ég óskaði náttúrulega að þau vinni. En nú, Guðjón Valur, hefur þú lengi verið óskapað þjóðarinnar, íþróttamaður ársins nokkru sinnum, kynþokkafylstur karlmaður Íslands. Eins og þú hefur blöndað. Hvað er að frétta, heldur að þú sért að fara að vinna íþróttamaður ársins þetta árið? Það er vast í stórlöfum. En kannski kynþokkafylsta?
Ef við ekki að ræðast frekar hérna kynþáttafélagið, þú ert duglegur að skjóta þess á mig, en hversu mikið markir á þessari kosningu ef við tveir hefur munnið hann? Já, sko, ég vann eitthvað grín sem að létt 96,7 var með. Þú vannst the real thing hann á Rás 2, sko. Nei, ég heyri það nú eftir á að það voru aðalega 50 kallmenn að Seltjarnarnesi sem hafa greitt mér atkvæði. Já, Old Boys í Gróttu. Já. En hvernig er þetta að fíla þig í Danmörku? Finnst þér skemmtilega að búa þar í Þýskalandi? Nú varstu náttúrulega lengi í Þýskalandi í handboltanum þar, Þetta er svolítið öðruvísi, maður náttúrulega vennist þessu, búin að vera 10 ára í Þýskalandi. Já. Þetta er svolítið annað, en En Danin er ekki líka glad? Jú, það er gaman að prófa eitthvað nýtt og við erum ennþá í góðu liði og við liðir ágætlega, þannig að... Þú ert á leið aftur í Gróttu, las ég hérna á netinu? Já, Gróttu eða Kiel? Annarkvort. Þetta er erfitt að gera upp á milli. Við erum svona að setja, en það kemur hundurinn alveg brjálaður. Er eitthvað til í því, heldur þú sérst að fara aftur til Þýskaland, sko, eða? Ég bara, við erum ekki að bíða að sjá. Já. En við ættum að veðja upp á það, hvað stuðull er á þessu? Ef við myndum hitta einhvern veðmangar og skella einhver á það, hvað myndir þú setja í stuðul? Hvort ég fari frekar í Kiel eða Gróttu? Nei, bara hvort þú farir í Kiel. Hvort ég fari í Kiel? Ég veit ekki, ég myndi frekar það sem að ég get ekki tekið þessa ákvörðun eitt, þá myndi ég frekar hringja í Alla Gísla og spyrja hvaða stuðul hann myndi setja. Góður punktur. Ég ætla að heyra í honum. Mjög gott. En ef þessi staða kemur upp, Guðjón, þá myndi ég segja þér að kýla á það. Kýla á það, vel gert. Þetta er svo gott handboltalið, ég myndi kýla á það. Já, en það sem að þú ert Gróttari líka, þá myndir þú frekar áleggja mér að fara í Kiel heldur en Grótti? Ég myndi, já sko, ef að mummi magalending ætlar að stýra Gróttunni, þá myndi ég fara þangað. En annars Kiel. Já, ok. Guðjón Valur, við óskuðum allsins besta og hérna þú mátt jafnvel hugsa einn þunnharðamann á Íslandi sem er kannski með nokkra danskar á sem 2 leikjum og startuði í næstu 2. Já, ef ég er á leiðin inn á síðustu sekundinni og það er jafn, þá þrjum ég upp í stúku. Abran, takk fyrir það, gafin að heyri þinnur. Ok, bæ. Gleðileg jól. Já, þetta var Guðjón Valur Sigursson, einn okkar allra besti handboltamaður, en nú er komið lag á fóninn með Linkin Park. Skemmtilegt lag þarna ferð Adele-coverið hjá strákanum í Linkin Park, Rolling in the Deep og Alli, við vorum reyndar að spáði núna hérna að fara að henda þér út að selja þig ekki? Jú, heldur betur. Það er komið nóg að því að við sem útvarpsmenn sem að gefa allt saman. Já, það er alltaf bara þetta hringinn og vinna eitthvað, en núna ætlum við að breyta til. Við ætlum að senda þig bara hérna í hús nálægt að selja spilið. Fjölskyldu alias, ég ætla að selja þetta, hvað er að setja á þetta? 2000 skall? Já, ég held að við ætlum að prúta það bara svo eftir og þetta er sem sagt, já, þetta er fjölskyldu alias, þetta er rosa gott spil, þannig að þetta er einhvað sem að fjölskyldin getur spilað saman jólin og ekki bara henda í nokkra auglýsingar, það er enda að vera að láta mig heyra hérna á Twitter að ég hef ekki sendt á rétta MLB. Ég laf mikið með það, Auðun. Ég held að við hérna Þetta er ekki rétt MLB, þetta er ekki sama og er að lendi og þú að her ex sé byrjað með eitthvað nýja. Nei, nú er ég bara komin í tómandræði. En hérna... Hvað, viltu að ég sendi þetta á rétt MLB eða? Herðu, ef ég næja að selja spilið, þá hérna látum við að fara til fjölskylduhjálpar. Já, fyrir jólin, alveg pottitt og ég ætla líka einmitt að gefa eitt fjölskyldualjas undir tréð, ég ætla að lauminna þangað, hérna í Kringlunni. Herðu, við fáum stuttur auglýsingar, svo heyrið í okkur, þá er Atli kominn á The Move eins og við segjum og er að fara að selja spil og ég jafnvel stjórnar aðeins Atli, þetta getur orðið óþægilt fyrir þig, bara svo vita. Góð mál. Þú fær brakandi ferskan Nonnabitta á 2 stöðum, Hafnarstræti í Reykjavík og Bæjarlind í Kópavogi. Nonnabittir, best fyrir svanga. Jólin eru komin í Topshop. Fjölskyldualjas er mikil fjölskyldu skemmtun. Allir á móti öllum og börnin spila með mömmu og pappa. Fjölskyldualjas fær fjölskylduna til að leika saman. Fjölskyldualjas fæst í Netto. Núna er Chloe lukkulegur því nú fylgja lukkunúmer með öllum kókomjólkusexum. Þú gætir unnið iPad lestölvu, árskort í húsdýragarðinn, gjafakort í útilíf, bíómiða, Chloa litabók og liti eða kassa af kókomjólk. Taktu þátt í jólaleik Chloa og þú getur haft heppnina með þér. Þú fær kraft úr kókomjólk. Ekki
Ekki augra viðtækinu með of framsækinni tónlist. Leyfið frekar að spila eitthvað sem það kannast við. Dekraðu í útvarpið þitt með rafmagninu frá okkur. Orkusalan. Við seljum rafmagn. Hraðpenningar.is. Lifðu núna. Sjáðu stelpunnar okkar á HM í handbolta. Ísland-Þýskaland í opinni dagskrá í kvöld klukkan 21:25. Athugið, leikurinn sýndur á Stöð 2 Sport 2. Það húsasmiðan Míla, Palmolive og Vís sem færa þér HM í handbolta á Stöð 2 Sport. Þú færð bílinn hjá okkur. N1 bílaþvottastöðvar. Langar þig í háskóla en átt eftir að ljúka stúdentsprófi? Nemendur sem ljúka háskólapróf Keilis uppfylla skilyrði til þess að komast í háskólanám. Umsóknarfrestur í fjarnám háskólabrúar til 9. desember. Komdu í Keili. Ingo Veðurguð á Oliver á 5-dagskvöldum. Velkomin á Kaffi Oliver. Nýjung á Pizza Hut. Nú hún komin, drottning allra pizza. Crown Crust. Komdu, prófaðu og njóttu. Láttu sjá þig. Pizza Hut Smáralind. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Snillingurinn Páll Óskar með einmitt UNICEF-lagið Megið það byrja með mér og Dagur Rauðanefsins bara núna næsta föstudag og stór beinútsending frá Stöð 2. Ég vonandi með all á línu. All, ertu þarna? Já, heyrðu þú mér? Já, ég heyri þér. Heyrðu þú mér? Ég heyri þér. Ok, glæsilegt. Herðu, hvert ertu? Þú ert komin einhvert hérna í hverfi nálægt. Ó, já. Já, og ert með Alía-spilið. Ég með Alía-spilið. Ok, og ertu búinn að finna eitthvað starf þar sem þú sér það kveikt og getur farið að banka það? Ég kveikt, sko, Okay. Ég lappið tröffinar. Ok, segðu setja að selja spilið. Já. Og segðu að sé orðið hart í ári hjá þér þessi jólin, þannig að þú sért að selja gamla jólagjafa til eiga fyrir nýjum. Og leiktu það alveg, verðt alveg, þú veist, bara þannig að láta hann að trúa þér. Ok, ég dingla hérna. Já. Já, búið hérna börn og svona. Glæsilegt. Hvað ætlar að setja á það? 3 skall eða 3 og 5? Já, þurfum við ekki að próta þetta kannski? Halló? Nei, svarar ekki hérna. Prófum hérna hjónin. Já. Tvíbýli? Þetta tvíbýli, sko. Það allt kveikt. Halló? Já, góðan daginn. Ég hérna, kvöldi, ég að selja hérna fjölskyldu Alias spilið. Það náttúrulega árið hart í ári og svona og ég var aðeins að renna í gegnum gamla jólagjafir og hérna, ég á þetta til í plastinu. Ég var að velta fyrir mig hvort þú vilt ekki gleðja fjölskylduna jólin með þessu. Nei, það er ekki jólaskap í þér og svona. Ég heyri ekkert í honum. Herru, nei, þú heyri ekkert, já. Hann opnaði ekki einu sem fyrir mig, sko. Nú, ok, já, ég heyri ekkert í honum. Þú voru að fá eitthvað í hurðina. Ég að reyna. En ræðaði var falleg. Ég ránaði með hana. Ok, ég halda, var þessi sjálfræð að virka fyrir því? Já, þetta akkurat svona hart í ári, þetta ennþá í plastinu og... Hérna kemur maður, sko. Ok, þú veist að þú mátt ekki endurtaka þó ég segi eitthvað. Ég get samt stjórnað hans, ok? Þú finnir eitthvað annað? Já, þetta alltaf gerast það. Ok. Hversu kalt er? Það er fínt þig. Ok. Góð kvöldi. Ég hérna að selja hér fjölskyldu Alias spilið. Þetta er jólagjöf sem ég fekk í fyrra og hérna ennþá í plastinu. Það er hart í ári að menn að reyna að redda sér og svona. Þetta er alveg, þetta er skemmtilegt orðskynningaspil og glæning fjölskylduskemmtun. Og ég er að velta hvort þú vildir ekki hérna gleðja einhvern í þinni fjölskyldu með þessum kjara kaupum. Ef við tegum það á að spili. Þetta sé ógætla spil. Þetta er alveg óbúrslega skemmtilegt spil. Ég fullir það. Og þú verður líka að gera mér stóran greiðan. Þú verður náttúrulega að gera mér alveg stóran greiðan, sko. Og ég er að láta þetta á mjög lágu verði, sko. Þannig að. Reyna fyrir mér annars. Ég myndi á hann kippa bjór. Áttu kippa bjór, kannski? Þú fær þetta fyrir kippu? Fær þetta fyrir kippu? Nei. Áttu hálfan pela eða eitthvað? Hálfan pela eða kaffisopa? Nei. Er ekki til áfengi í húsinu? Já, hann skellt á mér, maður. Ok. Hann dundraði hurðinni. Leiðu að byrja að tala um áfengi? Að besta við það var það, sko, að hann var með hurðina sína að læsta með lykli að innanverðu. Hver gerir það?
Það er engin óvildur í Reykjavík lengur, það er bara þannig. Það er það. Erum við að tala um þá tíð? Ég hleyp hérna næsta húsi, við verðum að selja þetta. Já, menn ekki að taka vel í Alias-spilið þitt. Það eru 4 í koti hérna. Já. Góðan daginn. Góðan daginn. Ég er hérna að selja fjölskyldu Alias. Er ekki hér fjölskylda? Hér er fjölskylda. Já. Og hérna, það er harti ári og svona og við erum að reyna að koma þessu út. Ég og konan. Konan? Já. Þetta er Guðmund Jólugjöfsinni fyrra. Þetta er Guðmund Jólugjöfsinni fyrra, en hérna, einhverja líkur á að þið vildu kaupa þetta? Já, þetta er nýja fjölskyldu Alias. Þetta er nýja, sko, fjölskyldu Alias. Ég sé stelpunarnir spenntar. Ég hérna til að láta þetta fyrir lítið penning, sko. Nei, við það ekki. Er þið alveg viss? Já. 2 kalda bjóra eða eitthvað? 2 kalda bjóra kannski, eða? Ég verði mest til í áfengi eða skull. Þú veist, langar því ekki, dóttin hérna. Íttu svo krakkan. Langar því ekki spilið? Sýndu krakkan spilið? Nei, hún er rætt. Það vist ekki á þetta. Nei, hérna, já, þetta er alveg stórkostlega skemmtun, sko. Þetta er orðskýningarleikur fyrir alla fjölskylduna og leikur. Nei. Herri, ég ætla ekki að angra ykkur meira með þessu. Takk fyrir það. Takk fyrir ekkert. Takk fyrir ekkert. Og gert á mig. Guður, hvað er að frétta? Ég veit ekki, fólk er bara rætt við þig, maður. Já, ég er alveg vel greittur og... Já, ég menn þú topp strákur, ég veit það. Ég skil þetta ekki. Þetta er alveg fjölskylda og þau voru alveg í forundran, sko. Já. Þau göftu. Ég vissi ekki það. Það er nú að síðast þess að ég tek hann hérna... Ætla að reyna einn enn eða? Einn enn. Ok, annars verður við bara að gera þetta the old fashion way, bara að gefa þetta í njúlsendingu. Já, þá, hérna... Já, halló. Ég ætla að fá að kynna fyrir fjölskyldu Alias. Fjölskyldu Alias? Ég held að ég hæli það að sleppi því í bili. Þú ert ekki fjölskyldu maður? Jú. Nei, greinilega ekki. Greinilega ekki? Hvað, viltu ekki kíkja á það? Nei, ég held ég sleppi því núna. Ertu einn af þeir sem gerir ekki til að gleðja fjölskylduna sína? Ertu einn af þeir sem gerir ekki til að gleðja fjölskylduna jólina? Nei, ég er einn af þeir. Já. En hérna, ég er til að láta þetta fyrir bara... 2 skall. 2 skall? Já, það er svoleiðis. Við erum að tala um 5 og 9 út í búð, sko. Þetta er í plast og allt? Þetta er í plast og allt og þetta er ekki stólið. Já. Hvað okkur er þetta að selja svona góðu verði? Því það er hart í ári. Því það er hart í ári og hérna, menn að borða og svona. Ég er líka ánum svangur og það er komið að kvöldmatt og... Já, maður er í því ég mitt hérna. Já, þið er að borða. Má ég koma? Við getum borðað saman og spila þetta. Já, það er það þú meinar. Hefur býðið eina? Við hefum býðið eina, já. Hann er að koma niður. Já, hann náttúrulega heyrði þetta eru kjara kaup, 2 skall. 2 skall? Þetta gefur ekki gjald, sko. Nei, nákvæmlega. Já, ég enda þetta á því að segja honum að við séum að útvarpa þetta og gefum þetta til góðgerðarmála. Nei, hann opnað fyrir mér afsnæður. Já, allir, ég ætla að hendu, segðu hann það. Reynda að selja honum spili. Er það ekki bara? Jú. Ég held það. Já, hvað er sætt og blessaður? Fjölskylda Alias í plastinu. Já. Og hérna... 2 skall og við látum þetta renna í góðgerðarmálunni. Já. Það er í gangi. Ha, er það ekki? Já, segðum að setja beinna það fyrir mjög hluglu. Þið er í beinni útsendingu í útvarpinu. Ég er að tala hérna. Og við erum aðeins að reyna að taka nýja vingil. Venjulega er alltaf að gefa allt, sko, bara fólk hringir inn og það er ekki að hafa fyrir þessu. Ætlum að reyna að selja spilið og láta það renna í fjölskyldu hjálpa. Þetta er fjölskyldu Alias. 2 skall. Herru, húsfrúin kemur hlaupandi. Stórkostlegt. Og þið eru sáttu að við látum þetta fara til fjölskyldu hjálpar. Glæsilegt. Fjölskyldu Alias, fjölskyldu hjálp, allir sáttir. Auðun Blöndarbyrðu, heilt ykkur, takk kærlega fyrir sjáman að þessu. Auðun, ég er með hérna 2 sko glænýja þúsukalla. Komdu upp í stúdíó, ég ránaði með þið. Blessaður. Hlusta hérna á FM 95 Blö, hann allir ekki mættir aftur í hús, hann fór hérna að selja Alias, fjölskylda Aliasið sem við ætlum að láta renna í gott málefni, þannig að hann er hérna ennþá leiðinni. Hér rétt handa við hotni hjá okkur er meðal annars viðtal við Miðil, við hringdum í Miðil, Rósa Miðil og spurðum hann út í næsta ár og fleira, þannig að hérna það er margt skemmtilegt framöndan. Ég var samt að spá í næsta miðvikudag, ég er ekki búinn að negla gestastjórnanda og þeim er endilega að senda mér á Twitternum á @audib hvernig væri til að sjá hérna í sætinu miðvikudaginn eftir viku. En fáum smá Let It Rain Over Me syngur Pitbull, hann er mættur hérna í húsið, hann Atli búinn að selja spil
Já. Og við þurfum að láta það renna í gott málefni. Það var ekki fjölskylduhjálp. Já. Þetta var nú fjölskylduspil, þannig að fjölskylduhjálp er það ekki til. Nákvæmlega, þannig að ég gef ekkert Alias í síma í dag. Nei. Nokkuð ljóst. Nei. Hérna held ég á sem 2000 skall, ég þarf að muna þetta. Það væri ekta, ég kaupa mér svepið eitthvað fyrir þetta og steingleymir þessu, en ég ætla að muna þetta, ég lofa þér því. Herðu, ég að lesa hérna, ég fæ alltaf svona, fréttafít, þetta kallast svona radio interprep. Það verður að sína sko, hvað sniðugt fyrir mig sem útvarpsmann að vera að tala í dag. Já. Og ég fæ senda fullt af svona könnunum og eitthvað. Og hérna verður að hvetja þá útvarpsmenn sem fá þetta feed að utan að ræða hefur áttaðið einhvern tímann á því yfir af jólagjöf að þú væri að fara að hætta með stelpu. Og hver er versta jólagjöf sem þú hefur fengið? Þannig ég var að spyrja þig allir, náttúrulega hefur þú átt kæristu í gegnum tíðan og annað og... Það hefur komið fyrir. Já. Hefur einhvern veginn fengið jólagjöf sem þú hugsaði með mér, já, ok, þetta samband er ekki að fara neitt mikið lengra held ég. Nei, ekki frá kæristu. Nei. Nei. En hefur þið fengið vondar jólagjafir? Já. Er það máli? Já. Oft? Það er náttúrulega ekki til þess sem heitir vond jólagjöf. Nei, en sko, ég get að, versta jólagjöf sem ég fekk var jólagjöf sem ég fekk ekki. Nó? Nei, sem krakki þá var ég alveg óþolandi, ég leitaði alltaf að jólagjöfum. Ég gat þetta ekki. Já. Þannig að ég... Og svona eins og ég. Já, ég bara allt hús og ég fann þetta mjög gjarnan. Já. Og það er ástæðan fyrir ég fór og lærið að vera leikari, vegna þess að ég þurfti alltaf að feika viðbröðin, sko, því ég vissi alveg hvað ég var að fara að opna. Já, þú varst búin að finna gjöfina. Finna gjöfina, vissi hvað ég var að fá og svo er bara, ó nei, ég þarf að leika viðbröðin. Já. Og svo skaut ég alltaf yfir markið, skilur, ofleika eins og vindurinn og ákvaða að vera leikari bara. Ég fann He-Man-kall, Skeletor, í kommóðu skúfu þegar ég, man ekki, 8 ára eða eitthvað. Og mamma börstar mig við þetta. Og ég, þú veist, hvað segir maður? Ég bara, hvað er þetta? Þetta er jólagjöfin hans Guðjóns, sem við vorum að ræða á hann. Við vorum æsku vinnir, sko, og hann bara, já, hann á að fá þetta. Og ég bara, já, ok, glaðan maður. Langaði þig í Skeletor? Já, ég átti að fá þetta. Já, ok. Já, það var málið. Hún var bara að ljúga. Heyrðu, hvað gerist? Hún fyrir með hann í búðina, skipta og let mig, ég fekk hann á drauginn, hennar litlu. Já, fjólubláa drauginn og He-Man. Já. Ömulegt. Hann var vestur. Það var glataðist í karakteri, sko. Já, þannig að ég tapaði... Ég frekar vilja hestin en að sílu. Heitum það ekki? Basically, þetta er það versta jólagjöf sem ég fekk, var þessi, eiginlega af því að ég klúraði þessu sjálfur. Já, þú eiginlega pínu sjálfur. Ég sko, eins og ég segi, það er ekki til neinar svona ljóta, þetta er alltaf hugurinn sem skiptir máli og þetta er náttúrulega, þú veist, og allt það. En ég fekk einu svona jólagjöf frá fjölskyldumeðlimum og ömmu minni og ég átti rosalega erfitt með að feika viðbröðin af því að þá var ég ungur strákur, sko. Hvað fyrst? Ég fekk þvottapoka og ég einhvern veginn svona, þú veist, innst inni, og ég man ekki hvað ég var gamall, ég var mjög ungur, sko, 11 ára eða eitthvað svona, sko, og innst inni var ég að hugsa, hvað í fjandanum hefur verið að gefa mér, þú veist, þvottapoka, en ég var samt alveg svona, nei, amma, vá, þvottapoki, æði. Já, þú ert á netlefu og svona, ég sagði með þú hérna eiga góða þvottapoka. Og það var gott að þú last lista minn, þvottapoki var í efstasæti út snillíku, nei, en ég er náttúrulega, sko, svo fylgdi ég reynda setni undir trénu var líka hangklæði. Þannig þetta var hangklæði og þvottapoki. Nú, hvað, grand bara? Já, mjög grand. Við ætlum að fá hérna, nokkrar auglýsingar og svo förum við í miðil og fleira. En byrjum á smá auglýsingum. Á FM 957, Brynjar Már, Erna Hrönn og Þórhallur. Allt það helsta úr heimi íþróttana á hverjum virkum degi milli 9 og 10. Sportið með Valtý Byrni. Morgun þátturinn Magasín. Virkamótna klukkan 7. Vertu flottur í tauginu. Verslunin Jack & Jones í Kringlunni og Smáralind og FM 957 efnandur keppni í klæðaburði inn á fm957.is. FM-pittarnir Marino og Rikki G fóru til ljósmyndara og klæddist flottum fötum úr Jack & Jones. Sjáðu myndirnar á fm957.is. Hvor er flottari í tauginu? Þú leggur þitt atkvæði og átt möguleika og eignast alveg eins föt sem passa akkurát á þig. Heiðar Austmann telur atkvæðin og tilkynir úrslitin og hringir svo kannski í þig. Fá þér föt í Jack & Jones. Taktu þátt í skemmtilegum leik á fm957.is og verður flottur í tauginu. Viltu vera hrókur alls fagnaðar og bjóða alltaf 10 manns í hádegisverð á La Luna Trattoria, Rauðarárstíg 37.
Á hverjum 50 degi í morgunþættinum Magazine drögum við út heppinn einstakling sem fær að bjóða alltaf 10 manns upp á eldbakaða pizzuveislu í hádeginu á La Luna Trattoria. Send okkur post á magazine.fm og þú ferð í pottinn. La Luna sérhæfir sig í ekta ítalskri matagerð þar sem eldbakaðar pizzur, fjölbreytt úrval af pastaréttum og ítölsk matastemming í hávegum höfð. Magazine á FM 957 og La Luna Trattoria. Guarda la luna, guarda le stelle, guarda tutte le cose si sono belle. La Luna Trattoria. Ingo Veðurguð á Oliver á 50-dagskvöldum. Velkomin á Kaffi Oliver. Við erum með allt í réttu rafsuðuna. Sindri, Viðarar 6 og Bæjarhraunið 12. Jólasveinar athugu, gjafabréf í skóinn, ísbúðin, Háaleitisbraut. Beck's Music Experience kynnir skúrinn á Rás 2 live á Gauki og Stöng í kvöld. Framkoma Nóri, hljómsveit Trausta Laufdal og hljómsveit Odds Inga. Frítt inn í boði Beck's. Nánari upplýsingar á gaukurostöng.is. Beck's léttöl, fyrstur í grænni flösku. Bátur mánaðarins á Nonnabita. Kalkunabátur og gos á aðeins 1090 krónur. Nonnabiti, best fyrir svanga. Úrvalið af veitingastöðum í Kringlunni ekki síðra en úrvalið af verslinum fyrir jólin. Kringlan, í jólaskapi. Á Korputorgi allt á einum stað og á betra verði. Opið til klukkan 6:30 í kvöld. Korputorg, meira úrval, betra verð. Tattoo í jólagjöf. Gjafabréf. Gefðu tattoo í jólagjöf. Reykjavík Inc. Tattoo Shop, Frakkastíg 7. Sími 551-7707. Sam Film kynnir Harold og Kumar 3D Christmas. Mr. Claus, can you feel any of this? Jólagrímyndin í ár komin. Frábær grímynd sem ætti að koma öllum í sannkallað jólaskap. Harold and Kumar 3D Christmas. Frumsýnd 9. desember. Þú færð bílinn hjá okkur. Enn einn bílaþvottastöðvar. Hvort liðið skorar næsta mark. Tippað á leikina í beinni. Nýir möguleikar bætast við á meðan þú horfir. Lengjan beint. Taktu beinan þátt í leiknum á lengjan.is. Beck's kynnir. Jólahassar á Gauki og Stöng með Reykjavík, Gangrileitin og Mökk 5. dag. Kynntu málið á gaukurostöng.is. Beck's réttur, fyrsti í grænni flösku. FM 95 Blö í boði. Jólin eru bara einu svona ári. Láttu það eftir þér. 1 SMS í 1919. Kredja. Strákarnir í dikta með lagið What Are You Waiting For? Ég búinn að hlusta á nýjustu plötuna þeirra og hún algjör snild fyrir þá sem hafa áhuga á góðri tónlist. Þeir voru mitt inn í heimsókn í FM 95 Blöðundaginn. Nákvæmlega, og talandi eftir hverju þetta býða. 2012 bara handa við hodnið. Það hárrétt. Sumir vilja spá því að þetta sé bara síðasta árið ever. Já, það var nú ein versta bíómynd sem ég séð á ævi minni hér 2012 og ekki oft sem ég fer með pappa mínum og konu hans í bíó og ég lappaði út af henni. Já, var með þeim samt. En við erum forvitnir að vita bara hvað gerist 2012 og þetta gerist alltaf í kringum áramótin þá alltaf að tala við völvur og svona spáfólk. Já. Og við hringdum í hann Rósi ætlar að segja okkur aðeins, við spurðum bara svona því sem okkur fannst merkilegast Já, svona fræga fólkið og eitthvað svona og svo ekki bara heyra smá símtal við þetta miðillir Rósi. Halló. Já, það Rósant miðill? Já. Sætt að blessa, Rósi. Hæ. Þetta þátturinn FM 95 Blö og við ætlum svona að taka púlsinn á næsta ári. Já, smá fórst. Já, gaman. Er það ekki? Jú, þetta Öddi? Þetta Öddin. Já, hæ. Hæ. Þú nú líklega að vita það, Rósi, að við væri... Já, ég vissi það. Já, þú fannst það. Ég hugsaði, nú hringir hann. Þú fannst það á þér? Já. Það er gaman að því. Herðu, ég ætlaði svona, við erum að spá í svona hvað að fara að gerast. Já, ég hef ekki sagt, eigin og allsið við sagt þér það. Já, glæsilegt. Til dæmis, núna byrjaði Vala Grand með manni á þessum árið sem heitir Eyjólfur Svanur Kristinsson. Já. Þau eru búin að vera gríðalega hamingjusöm og fara mikinn á Facebook gleði sína og ást. Já, ég hef fylgst með því. Já, verða þau saman ennþá á næsta ári? Já, út næsta ár, já. Ok, þannig að það... Mikið gleði, þau eru bæði 17,
17 var ég að tala tölu, sko, í stjörnuspeki. Já, ok, glæsilegt. 17, nei, hann er 15, já, út næsta ár, mikið gleði, sko. Já, ok, gaman að því. Já. Við hefum líka veltað, DFD-diskurinn hjá Ívari og Arnari, fer hann í gull eða? Ívar Guðmunds og Arnar Grant að gefa út? Hann fer í platínu. Hann fer í platínu, stór. Það eru 15.000 eintök, ef ég manni rétt. Já, ok, þeir eru svona með góða tölur? Já, ég hef hitt hann, Arnar. Já. Þetta er ljúfur drengur. Já, þetta er frábærstrákur. Og Ívar líka, Ævar Gutmundsson, hann er snillingur. Já, þú ert alltaf í ræktinni, Auðun. Jú, mikið rétt. Þú munt ná 130 bekk á næstari, skal ég segja þetta. Takk fyrir það er gaman að heyra. Já. Það eru fleiri málefni sem að brenna á þjóðinni og okkur líka, til dæmis Ingo Veðurguð. Já. Hver er þetta með þér, Auði? Þetta er hann Atli. Hver er það? Hann er leikari og var með mér í Strákanum og... Atli Þór? Já. Já. Já, þú fannst það ekki að þér? Nei. Góður. Er ég búinn að draga fyrir eitthvað, áruna? Já, það er eitthvað svo leið, sko. Skýið við mér. Hann er með svo sterkan presens og nervin á Auðun. Já, þakkaði fyrir það. En hvernig er með hann Ingo Veðurguð? Er hann að fara að græða í spílakössum á næsta ári? Er hann að fara hvað? Að græða í spílakössum. Í spílakössum veit ég ekki, en hann er að fara að græða hansi mikið vegna þess að þessi plata hans hún eftir að selja svo mikið. Já. Og hann eftir að spila svo mikið. Já. Og svo er hann að fara að vera söngleik. Já, ok. Og hvaða lag af plötunni verður mest spilað í útvarpi? Lag nr. 4. Það er ekkert annað. Það kemur ekki, þú sér ekkert nafnið á því. Nei, ég hugsa allt í tölum, segðu til. Já, ég skilði, ok. Hvað talaði ég? Þú ert 14. En ég? Þú ert 31. Já, ég er 31 ás, en hvað, það tala mig, allir ekki... Já, menn í sínu tilfelli. Já, ok, glæsilegt, gaman að því. En hérna bara svona í lokin, því að ég styttist í jólun og svona, fæ ég flottar jólagjafir? Þú? Já. Þú fær mikið á grínjólagjöfum. Já, ok. Frá vinniðinum, að þeir hugsa að Auðun hann er svo fest. Já. En þú ert eftir að fá ákaflega fallega gjöf frá móðuðinni. Ok. Og svo færðu eina mjög dýra gjöf. Jæja, það er ekki leiðilega. Og þú mun þykja vænst hana, af því þú ert svo mikil efnisíkju maður. Já, þakka. Sérðu eitthvað í jólapakkana mína? Í þína? Já. Já, en ég veistu að ég... Það er Auðun, hans ára og nærvera, hún yfirlt ekki þína svolítið, Atli. Já. Þú kannski ekki að fara að taka 180 bekk, en þú kannski hunskast í ræktina. Já, þakka. Og það er kannski stærsta gjöfin sem þú getur gefið sjálfum þér. Já, takk fyrir það. Rósi, frábært, við fáum kannski að heyri þér aftur síðar og fræða. Já. Þannig að stærsta gjöfin hans Atla geti verið frá honum sjálfum að hunskast í ræktina. Já, hann getur farið að geta kost, líkamsætta kost. Já, dásanlega. Takk fyrir þetta, Rósi. Takk fyrir þetta, Rósi. Hafðu það gott. Það er strafað mínir, sömulegið. Ok, bye. Já, þetta var miðillinn Rósi og Atli. Hann var nú bara að skora á því að gefa þér þína eigin gjöf, bara kort í ræktina. Já, ég skil bara ekkert í þessu. Nei, það eru enn stelpunnar sem er að vinna hjá bakararmeistranum með Mjódd. Það voru að biðja fleiri jólalög og hérna fá þær eitt. Þetta er hann Spike Jones, Two Front Teeth. And all through the house, not a creature was stirring, not even a mouse. Suddenly I heard a strange noise down below. So in my flannel pajamas, I went tippy-toe. I could see your segment from the spot where I stood, so I slid down the banister just as fast as I could. All I want for Christmas is my two front teeth. My two front teeth. See my two front teeth. Gee, if I could only have my two front teeth, then I could wish you Merry Christmas. It seems so long since I could say Sister Susie sitting on a thistle. Every time I try to... Ég verð bara að koma inn í þetta. Þetta gengur ekki, þetta lag. Því miður.
Two Front Teeth með Spike Jones. Þetta ekki jólalagi sem við nennum að hlusta á þessu sinni held ég. En ég ætla að setja hérna á Helga Björns ef ég nenni. En það bara eftir þessa innkomi því að við erum bara að kveðja félagarnir. Við erum að kveðja. Og ég ána, ég er að blenda tilfinninga hjá mig með það að þú ætlar að enda þetta á sennilega skrítnasta jólalagi allra tíma. Ja, samt þetta lag sem kemur mér í jólagjöf ef ég nenni. Jólagjöf gef ég henni ef ég nenni. Já, það enda svolítið steikt. Þetta svona að þú átt konu og þú gefur henni gjöf ef þú nenni því. Það svona, hver nennir ekki að gefa... Hlusta á textan í þessu lagi, þetta stór undarlegt en þetta náttúrulega frægt og vinsælt jólalag. Já, eitt allra vinsælasta. En fyrir ykkur hlustendur sem að, eruð að keyra eða að hafa það kósi í umferðinni að hlusta útvarp, hvet ég ykkur til að halda áfram að hlusta á FM 957 því að Rikki G. Bletturinn að detta hérna í hús og hann með þess að mættur hérna frammi. Hann fílar ekki þetta nýja nafn á sér. Hann þetta bara kallað Rikki G. þessi strákur en Atli. Hrikalega gaman að fá þig hérna í dag. Virkilega gaman. Sannur heiður. Ég voni ég hef ekki verið ofleiðilegur með þetta Fjölnis og Bryndísar Melby rögl mitt. Ekki málið, ég vil þakka þessari fjölskyldu sem tók vel á móti mér og keypti af okkur Alias. Já, ég náttúrulega með 2 skall. Ég þarf að fara hérna að rúlla með hann í fjölskylduhjálp. Já. Og gaman að vera með rauðu minn, ég þakka hlustendum. Já, og þökkum öllum þeim sem að tóku þátt þetta. Við heyrðum Jóni Guðjóni Val, hann var hress og skemmtilegur og Rósi miðill og svo voru þarna nokkrir ófrægir sem við hringdum í. Og sumir af þeim nefnt að tala við okkur og sumir ekki. Sumir ekki, svona lífið. Svona þetta bara. En enn og aftur allir, takk hella fyrir komina. Takk að þér. 19 sekund, Rikki, hvernig skipti ég lag? Hvernig setjum ég hann að þetta? Bara núna svona? Ítti bara græntakan. Ætlar að setja Helga Björns á það? Já, ítti það bara græntakan. Viltu ekki kynna lagið inn og svona? Nei, ég var að kveðja, Rikki. Það eitt sem að þú kannt ekki, var að kveðja. Nú ég búinn að kveðja, þá kemur ekki. Gild tónlist. Viðtækinu finnst óskup notalegt að spila hana við og við. Ekki mikið samt. Þetta ekki það skemmtilegt stöf. Dekraðu í útvarpið þitt með rafmagninu frá okkur. Orkusalan. Við seljum rafmagn. Það fáránlega leiðinlegt að bíða. Þess vegna erum við snögg og hressum upp á makkan þinn hratt og örugglega. Makland klappast í 30. Makland.is. Snjallsímar á jólatilboði með brakinu eftir Yrsu Sigurðardóttur á hljóðbók og mánaðar áskrift af milljónum laga á tónlist.is. Þú færð jólapakkan hjá símanum. Endurgreiðsluleikur Orkunnar í fullum gangi í þessu mánuði með glæsilegum vinningum. May the force be with you. Eða may Orkan vera með þér. Orkan. Eitt glæsilegasta úrval landsins af sjónvörpum í hátækni. Velkomin í heim hátækni. Ármúla 26. Þú færð bílinn hjá okkur. N1 bílaþvottastöðvar. Nám í atvinnuflugi í Flugakademíu Keilis veitir fjölþjóðleg réttindi og býður spennandi starfsmöguleika. Umsóknarfrestur til 9. desember. Stemdu hátt. Keilir.net. Ingo Veðurguð á Oliver á 50-dagskvöldum. Becks kynnir. Jólahassar á Gauki og Stund með Reykjavík, Gangrileitin og Mökk 5. dag. Sjáðu stelpunnar okkar á HM í handbolta. Ísland-Þýskaland í opinni dagskrá í kvöld klukkan 21:25. Atvið, leikurinn sýndur á Stöð 2 Sport 2. Það húsasmiðjan Míla, Palmolive og Vís sem færa þér HM í handbolta á Stöð 2 Sport. Subway kynnir nýja bát sem mun slá í gegn. Barbecue grísasamloku. Subway, alltaf fest. Becks kynnir. Jólahassar á Gauki og Stund með Reykjavík, Gangrileitin og Mökk